Já, komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að fara aðeins yfir það hvernig við reiknum og skoðum fylgni milli tveggja breytistærða í geogebru. Við ætlum að tegna punktarit og bestu línu í gegnum punktana og reikna svo út fylgnistöðulinn R með tveim leiðum. Og við ætlum bara að byrja hérna stökkvast með því að búa til punktaritið, lista punktum úr þessum gögnum hita og ísölu á einhverju strönd, væntanlega í útlöndum. Þannig að til að búa til punktalista þá veljum við hérna báða dálkana og ef við fáum ekki upp verkfærin fyrir töflureiknin hérna þá þurfum við bara að smella einhvers staðar, vinstri smella inn í töflureiknin, þá koma réttu verkfærin upp. Veljum A, B hérna, báða dálkana og förum hérna í verkfærakistuna og búum til lista af punktum. Þá býrum við til hérna lista af punktum sem eru þannig að hún nær að nema það að í efstu línunni erum við með orð, við erum með setningar, ekki tölur. Það eru nöfnin á dálkunum, hitastig í júlí og fjöldi ísaseldur. Þannig að hún býr ekki til punkta úr fyrstu línu, heldur er fyrsti punkturinn hérna 25,460 sem er þessi lína hérna þannig að einhvern dag það sem var 25 gráðu hiti voru seldi 460 ísar. Þannig ég samþykki þetta hérna, þetta er fyrirtagslisti og þá sjáum við alla punktana sem verðum til. Við sjáum það ekki hérna því þeir eru hérna lengra uppi til hægri en ef ég hægri smelli hérna á teikniborðið og biðjum að sýna mér allan hluti þá gerum við það. Og ég get hérna aðeins þysjað út. Við sjáum hún stillir ásana af eftir punktunum sjálfkrafa. Þannig að ísarnir sem eru hérna á ásnum eru í hundruðum og hitastigin hérna á axásnum eru í hæfilegum skala. Nú, þið sjáum líka að hérna punktarnir eru ekki merktir með bókstöfum eins og oft vil verða. Ef þeir eru ekki búin að stilla það öðruvísi hjá okkur. Það getið þið gert með því að fara hérna í stillingar og haka við merkingar engir nýju hlutir. Svona sjálfkrafa er þetta merkt sjálfkrafa allir nýju hlutir, þannig að alltaf þegar ég teikni punkta þá kemur nafnið hans til hliðar. En ég vil hafa enga nýja hluti, þá fæ ég mér svona hreinni punktarit. Og við getum lokað þessum lista hérna, punktalista, til að byrja með. Til þess að geta gert það þá þurfum við að vera hérna í stillingum hérna uppi, í útstikunni og það getið þið valið hérna undir þessu hérna að flokka þetta eftir gerð hluta. Yfirleitt er þetta eftir rauðu myndaskrá, þá kemur þetta bara eftir í hvaða röð þið gerir hlutina, en ef þið gerið hérna hafið þetta í gerð hlutar, þá getið þið opnað og lokað og auðveldar að vinna með. Nú, fylgnistöðullinn, hann er bara einfaldlega fundin út hérna með því að skrifa fylgnistöðull og hún stingur upp á tveimur aðferðum, ég ætla að sýna ykkur báðar. Annars vegar bara lista af punktum, hins vegar lista af x-hnitum og lista af y-hnitum. Byrjum hérna á þessum efri lista af punktum og listin okkar af punktum heitir L1 og þá fáum við hennan jákvæða fylgnistöðull upp á 0,84, þetta er töluvert mikil fylgni. Það er að stakka þetta fyrir næstu skipun. Fylgnistöðull, lista x-hnitum og lista af y-gildum. Við vorum hérna með listar af hitastiginu og ísölunni í sitthvoru lagi og við getum bara valið hann og skrifað hitastig og ísala og það sjáum við fáum nákvæmlega sama út. Það skiptir engu máli í hvaða röðu sláum við fáum hvort við höfum haft ísölu undan, það er ekki skipt neinu máli. Við höfum fengið sama fylgnistöðull þó að þessi mynd hérna hefði snúist aðeins við. Nú við ætlum að enda þessa leið á því að teikna hérna bestu línu í gegnum þessa punkta. Það er skipun sem heitir aðhvarfslína eða aðhvarflínu. Aðhvarf
línu, listi af punktum og listin af punktunum okkar er L1. Þá teiknar hún hérna bestu línu í gegnum punktana. Sjáum við hérna línuna hérna efst uppi. Hún hefur bara þennan klassíska form sem að 38,24 er hallatala línunar og mínus 366,53 er skurðpunktur hérna við uppsöluna sem við sjáum hérna niðri. Og þó að það sé kannski ólíklegt að við 0 gráður að við seljum mínus 366,55 ísa, að þá er hægt að nota þetta svona sem einhvers konar spárit fyrir það hvernig ísa leggst með hita, þó að það haldi ekki endalaust svona áfram. Ok, nú ætlum við að skoða aðra leið til þess að gera þetta sama. Mjög flott. Smellum hérna aftur inn á töflureikni til að fá töflureiknisverkfærakistuna upp aftur. Veljum báða dálkana og í staðinn fyrir að fara í lista hérna þá ætlum við að fara í tölfræðigreiningar verkfærakistuna og veljum hérna aðhvarfsgreining tveggja breytistærða. Nú, þá teiknar hún þessa punkta hérna sjálfkrafa í svona sér glugga sem að draga hérna fram og þá erum við búin að stilla þetta svona snyrtilega af fyrir okkur og aftur skalar hún á svona, en þið sjáum hún byrjar hérna í 13,5 eða eitthvað svoleiðis og 50. Við getum svo beðið hann að gefa okkur aðhvarfslíkan hérna, hafa það línulegt. Þá teiknar hún þessa sömu línu hérna í gegnum punktana og sjáum hún fyrir hérna í gegn eins og skurðpunkturinn á Íslunum sé ekki í mínus, en það er að því að eins og áður segið við erum hérna í 13,5 hérna eða 13,4 hvað sem það er þegar það mætast. Þetta er raunverulega sama lína hérna. Það sem meira er að við getum núna beðin að spá fyrir okkur hérna hvað marga ísa við myndum selja ef að hitinn væri 30 gráður. Þá myndum við selja 780 ísa. Að lokum ætla ég að sýna ykkur hérna að taka hér, þar sem við getum smellt á sína tölfræði. Þá fáum við hérna meðaltal af hitastiginu og meðaltal af ísölunni og fylgnistöðlinn sem við reiknaðum hérna áðan í algebruglugganum.